Ég með nokkur slæd fyrirtæki mitt, en síðan væri langskemmtilegast fyrir mig ef ég fengi spurningar líka, vegna þess að það einasti mátur sem ég get verið vissum að ég sé að segja eitthvað sem að fólk vil vita og ekki bara eitthvað sem ég vil segja. Þannig en fyrst ætla ég rétt að leyfa mér að segja pínlítið frá fyrirtækinu. Við erum með hugbúnað sem við erum búin að vera að þróa í 10 ár sem að gerir fólki kleift að gera tölvuleiki og við byrjum með svona frekar stóra hugmynd, nefnilega við vildum breyta öllum geiranum. Við vildum breyta því hvernig fólk þróar leiki og hverjir þróa leiki og við vorum 3 strákar í litlu herbergi og svona vorum að fikta með hugbúnað og sáum möguleika, sáum að heimurinn var að breytast á ákveðinn hátt, að það væri svona gamall geiri sem myndi fara að síga og það væri op sem sagt að komast inn. Þannig við byggðum þennan hugbúnað. Ég ætla ekki að sýna hann en hann frekar flókinn og það dálítið mikið af honum, þannig maður sem sagt búin að vera þróið í 10 ár núna og það hleðst upp í svona óskaplegan turn hvað hann getur. En síðan erum við alltaf verið að vinna að einfalda hann líka til að reyna að halda honum svona hendugum fyrir fólk. Hann virkar á óskaplega mörgum plattformum, þannig að maður að þróa leiki fyrir alls konar síma, fyrir brásarana, fyrir PlayStation og Xbox og Wii. Og PC Mac, þannig að við erum að reyna að leyfa fólki að vera með lítilega stór teymi og þróa leiki sem flesta markaði. Og fólk gerir alls konar leiki, það eru flottir iPhone leikir, flottir svona browser leikir, PlayStation leikir og svona MMO í stæl við World of Warcraft. Þetta er enda framleitt í Kína, þetta kínversku leitari. Og það nú þannig við erum, sem sagt búin að vera aðdalt í mörg ár. Við fórum að markað fyrir 7 árum síðan og síðan hefur þetta hlaðist svona upp grimmilega vegna þess að við gerðum þetta svo einfalt og svo ódýrt að ofsalega margir komist inn. Markaður, þar sem allur geirinn er kannski upp á 200.000 manns. Þá erum við komin með 5 sinnum fleiri notendur sem þetta þýðir að það er fullt af fólki sem er ekki í geiranum, ekki í tölvuleikjageiranum, heldur bara allir hinir sem hafa komið inn og eru notað hugbúnaðinn og 280.000 notuðar síðustu 30 daga og það er svona gaman að sjá hvernig við vorum með ódýran hugbúnað sem gerði hann ókeypis og þá sprakk allt Síðan eru 380 milljón tölvur búin að fá hugbúnaðinn okkar inn á sig sem eru skuggalega há tala, það er kannski svona 30% af öllum tölvum í heiminum og 10.000 leikir hafa verið framleiddir og svo framvegis. Og þetta er svona nýleg mynd af fyrirtækinu en þetta er fyrir hálfu ári síðan. Við erum 180 manns núna í 9 löndum sem sagt. Byrjum í Danmörku, þannig að það er svona að segja úr litlu landi vegna þess að á heimsmælikvarða er Danmörk álíka lítið land og Ísland. Bara 20 sinnum stærra held ég. Og þetta er síðan ári fyrr og síðan ári fyrr og síðan reynda nokkrum árum fyrr. Þannig að þarna erum við búin að ráða nokkra vini okkar og erum að borða snúða í Kaupmannahöfn vorið 2005, það er að segja 2-3 mánuðum áður en við gáum út hugbúnaðinn okkar og nokkrum mánuðum seinna rákum við alla á þessari mynd vegna þess að við kláruðum peningin okkar og nema það voru 3 stofnendur sem urðu eftir, ég til vinstri og sen hinir eru faldir á milli hinna nördana og það voru svona ákveðnir hlutir sem við gerðum sem ég held að hafi kannski virkað fyrir okkur og sem að ég ætlaði svona mig langaði svolítið að segja frá og vegna þess að ég held að það sé gott að hugsa um það þegar maður kemur og einmitt er að stofna fyrirtæki í litlu landi. Við gerðum, og það er bara svona fullt af hlutum sem maður hefur lært og fullt af mistökum sem maður hefur gert en ég tók út svona 3 punkta sem ég muna eftir, tók eftir hefði virkað verulega vel fyrir okkur. Og fyrsti punkturinn var að við hugsum svona grimmilega stórt. Við ætlum að breyta öllum geiranum, við ætlum að við vorum alltaf með þetta á ensku alþjóðlegt fyrirtæki, við ætlum að democratize game development, við ætlum að taka geiran og breyta honum þannig að fleiri getur tekið þátt og þetta er svona demokratisering hugmynd dikterar síðan í rauninni allt, það dikterar verðið, það dikterar hvernig maður hannar pródúktið, hvernig maður dreifir því og faktisk líka hvað pródúktið gerir vegna þess að leysa próblem þessa fólks er ekki sama að leysa próblem miklu minni hóps. En já, sem sagt við hugsaðum rosalega stórt,
settum þessi orð á vegginn og létum stýrast af þeim og og það góða við að gera svoleiðis uppgötvuðu kannski ekki alveg strax sko er hvaða bæði sko stýrir hugamanns en líka sko gerir söguna svo skýra þannig að þegar við fórum að tala við fyrst starfsfólki ég var að lesa á tölvupóstinum mínum fyrsta skipti sem við réðum mann hann reyndar ekki á þessari mynd en hann snjall Litái sem er ennþá með okkur og við vorum þá bara 3 þannig að þetta er aðeins fyrr í kjallara og úskaplega blankir en sko subjectið á e-mailinu var eitthvað svona sko komdu og breyttu heiminum með okkur þannig að við vissum þetta einhvern veginn frá byrjun og hann kom og hjálpaði okkur í því og ég er ekki að við erum ekki lækna krabbamein eða svoleiðis en við erum samt búin að gera ákveðna góða hluti í okkar geira og en líka þegar við hittum fjárfesta það að geta sagt þessa stóru sögu virkaði rosalega vel þeir sáu það fyrir sér hvað það geti þýtt og sem tóku þetta reyndar kannski af smá heppni geira sem að er að vaxa ofsalega grimmt nefnilega sko tölvuleikir og mobile leikir og online leikir og þar sem að þessi 3 sko hlutir krossast er vöxtur sem er fáránlegur tugir prósenta og og það var held ég Thomas Siebel sem að byggði Siebel Systems sem var svona CRM lausn sem að hann þróaði í 15-20 ár og hann sagði á einhverju fyrirlestri að sko hann hefði í svona í rauninni bara öllum tölvugeiranum á þessum 20 árum sem hann var með í geiranum þá var sko ég man ekki töluna það var kannski 20-30% vöxtur á hverju ári í 40 ár og í svoleiðis stað sko þá mætir maður bara og þá gerist eitthvað gott og hann tapaði fyrir Oracle og var svona kom hálfgerður lúser út úr þessu og seldi fyrirtækið sitt fyrir held ég 6 eða 7 milljarða dollara fyrir nokkrum árum þannig að þú veist það að hugsa stórt make a sense að mörgu leyti og já, sem sagt við byrjuðum á því og síðan auðvitað hitt trikki þegar maður kemur frá litlu landi sko eins og Danmörku þá auðvitað er engin heimamarkaður og maður man það alltaf og veit það alltaf þannig að maður auðvitað strax byrjar að hafa sko fyrirtækis tungumálið sitt á ensku og alls konar svona leiðindi og við vorum sem sagt 3 stofnendur með 4 mismunandi passa og fyrsti starfsmaður okkar var frá Litáen og svona og við slepptum okkur algjörlega við leyfðum fólki að vinna það sem það kom og þannig að við vorum með sko sem sagt 11 skrifstofur í 9 löndum og minnsta skrifstofunar okkar er 3 menn en þeir vinna reyndar að heiman í sömu borginni og það er merkilega við að hafa svona dreifða skrifstofu er að sko maður er aldrei hræddur við að tala við neitt í síma hinn með af nettinum og fólk er vant því og maður getur keypt fyrirtæki hvað sem við gerum það í Kanada keyptum lítið fyrirtæki og það tók enginn eftir að það kom nýtt fyrirtæki inn í fjölskylduna vegna þess að það var bara Skype og það var engin munur og það virkar mjög vel og síðan er maður auðvitað tengdur hverju markaði, tengdur hverjum stað, getur ráðið besta fólkið og það virkaði rosalega vel fyrir okkur að aldrei hugsa okkur sem í rauninni frá neinu landi og þriðji punkturinn sem ég ætla að tala en ætla að nefna og síðan ætla ég að sjá hvort einhver þóra að spyrja spurningar var hugmynd sem að fer svolítið á móti því sem okkur var oft sagt það var alltaf fólk svona góðir ráðgjafar og mjög klart fólk var alltaf að segja okkur sko að við ættum að passa okkur á öllu sem við vissum ekki við ættum að læra alla hína hlutina sko, við vorum 3 forritarar þannig að engin okkar kunni neitt á business þannig að sko okkur var sagt við fá ráðgjafa þegar þið helst að fá forstjóra sem kann á bókhald og hitt og þetta og ég hafði ágjörð þessu þannig ég fór faktisk og eyddi smá tíma í svona að læra trademark, löggjöf og patent og svoleiðis og í retrospekt er þetta algjör tímasón og vegna þess að sem að ég sá eftir á var það sko að fyrirtæki þetta er bara fyrirpartinn seinna þegar maður er stór þá þarf maður að hafa allt þetta sko en fyrirparturinn þá skiptir þetta engu máli vegna þess að maður er bara að byggja mjög hátt maður er bara að byggja turn þannig að maður sjáist og þannig að maður stingi upp úr það varðar engum garðinn fyrir utan og bílskúrinn og svona það er bara að byggja rosalega háan turn og þannig að við unnum og byggðum þegar hann háa turn sko þá fór fólk að sjá hann og þetta sett ljós upp í turninn og síðan út frá því einhvern veginn fór allt að gerast og löngu seinna þá fengum við okkur fjármálastjóra og endurskoðanda og endurskoðandinn reyndar
danski man alltaf eftir mér. Ég kom inn fyrir svona stóra bréfpoka og skellti á hjá hann og baði hann að ganga frá þessu. Það var 4 ára bókald. Ég var faktist orðin, hvað heitir þetta á íslensku? Wanted. Lögreglan var að leita að mér. En við byggðum turninn og það virkaði, sko. Þannig að það það sem það voru aðalpunktarnir sem við tókum eftir að það virkað fyrir okkur og þú veist, það heldur áfram að vera dálítið mikið vinna og alltaf svona þessi fókus að skoða hvert maður að fara. En með þessari vision, sko, to democratize game development, þá getur alltaf hver og einn starfsmaður í fyrirtækinu svara, sko, hvað ég verið að gera í dag. Og hann það ekkert að fara að spyrja mig, og ég veit það sennilega heldur ekki. Hann getur bara spurt sjálfan sig, hvað get ég gert til að, sko, komast nær þessu, ósandi, takmarki. Og já, það var cirka allt sem ég ætlaði að segja. Þó einhver að spyrja spurningar. Já, við eigum miklu meira fyrirtækjum í dag vegna þess að vorum frá Evrópu. Við kunnum ekki að tala við fjárfesta og fjárfestarnir sem við töluðum við kunni ekki að fjárfesta. Þannig að þetta gekk mjög vel upp fyrir okkur. Og þannig að við höfðum engan pening, þannig að við sko urðum mjög duglegir að lifa af engu og eyddum aldrei neinu. Og þegar við loksins vorum búin að byggja sem sagt turninn, sko, það var ekkert rosalega hár en nógu hárt þannig að hann fór að sjást utan á heiminum, þá loksins sko, kom fólk til okkur sem trúði á okkur og þorði og þá fengum við mjög ódýrt fjármagn. Sagan svona í aðeins lengra formi að við fengum lán upp á 25.000 evrur af pappa eins okkar árið 2004 og það var nóg til að sko klára versjón 1.0. Síðan fórum við fengum sko $40.000, bland alltaf gengum saman, $40.000 lán frá bankanum á sama tíma eða stuttu seinna og byggum til einn lítinn leik sjálfir sem fengum $60.000 fyrir. Þannig að cirka $100.000 svona fóru inn í fyrirtækið framan af, nema reyndar helminguna því grættum við sjálfir. Og en það var svona á vissan hátt sóun að gera þennan leik, við ættum að vera að byggja turninn okkar. Og þannig að já, það fram af 2004 og síðan í rauninni ekkert fyrir en 2009 þegar við þá vorum 30 manns og erum að vaksa og tókum inn $5 million frá Silicon Valley. Seinna hefur tekið inn meira fjármagn og núna maður farin að hugsa svona meira svona finansielt, þú veist, að vera að teikna línur og skilja hvernig, þú veist, vaksa. Við höfum eitt aðalmódel sem við byrjuðum á sem að selja hugbúnaðinn og taka pening fyrir sem svona pappi gamli sem er næstum orðinn 80 ára gamall og er málfræðingur. Hann sagði mér einhvern tímann að við höfum frekar gamaldags fyrirtæki. Við búum til eitthvað að seljum það og ég bent á að við erum að selja, þú veist, digital product á netinu fyrir alþjóðlegan markað og ef það er orðið gamaldags þá er það svona, þú veist, aldrei skemmtilegur heimur. En síðan þróast reyndar tekjumódelið núna, þannig að núna erum við komið með í rauninni, sko, getur sennilega talið 5 eða 7 mismunandi business model sem að þá út frá því, sko, við erum með alla þessi notendur og þessi notendur vilja gjarna gefa okkur peninga á mismunandi mátu og þá opna maður meira og meira, sko. En við byrjum bara með 2 mismunandi prísa á einni vefsíðu lengi framan af. Sko, fyrst var heppnin. Ég held að það er sætt að segja að það er öll fyrirtæki sem að verða að einhverju. Fyrst var markaður 2003 og fyrir það sem að snerist allur sko leikjatölvurnar, PlayStation og Xbox. Og ég man ekki, þetta var kannski $30 milljarðar markaður og allur peningurinn var gerður af sko, var framleiddur af örfáum leikjum, það er að segja kannski nokkur 100 leikjum á ári og færri og færri af þessum leikjum græddu pening.
Þannig það var frekar skuggalegu markaður, það voru 5 keppinautar sem ætluðu allir að vera sko númer 1 á þessu markaði og við sáum það í hendi okkar 2004 þegar við vorum að skrifa svona fyrsta businessplani eftir að hafa forritað í rauninni 3 ár að það væri ekki sens að það verið meir en 2 á þessu markaði og það væri definitely ekki við ef við reyndum. Þannig það að reyna að vera mestur og flottastur myndi ekki virka. En við höfum þetta þegar við þróaði þennan hugbúnað í nokkur ár og við vorum svona independent gaurar í kjallara. Þannig og við höfum reyndar upprunalega þróað hugbúnaðinn til að bara nota hann sjálfur. En við hugsuðum sko hljóta að vera fleiri eins og við sem að vilja gera leiki en eiga ekki mikinn pening og ekki að fara að gera leiki fyrir leikjatölvur heldur fyrir vefinn, bæði sko á vefsíðu og downloadable og reyndar seinna mobile en það verður ekki fyrir lengur seinna að iPhone opnaðist. Þannig við ákveðum að taka þann markað sem var ekki vist að væri til og enginn annar hafði snert hann. Þannig við vorum einhvern veginn fyrstir eða fyrstir og svona einhvern veginn lang innbeitt eftir aðunum. Þannig ég verði að viðurkenna að það var heppni en svona út frá, ég held að út frá einhverju svona svokölluðu hunch sem við höfðum. Þannig ég svona stundum kallaði heppni, stundum kallaði það grein. Já, fyrirgefðu. Hvað tók langan tíma frá því við vorum svona 3 eða nokkrir þangað til við vorum orðnir alvöru fyrirtæki? Ég kannski myndi segja að við fórum að vaxa verulega í lok 2008. Það er að segja það á eftir 7 ár eða eitthvað svoleiðis. En áður, fyrir það fannst okkur við vaxa voða mikið. Við höfum allt í einu efni á 1 starfsmann og 2 starfsmönnum og svona. En það var ekki kannski fyrir í lok 2008 þá við kláruðum 2008 með þessum 20 starfsmenn og fjármálastjóra. Og þá svona fannst okkur við vera orðnir ekta. Já. Það fyrir eftir svolítið hvað þá að gera. Ef það eru forritarar þá þekkjast þeir eiginlega allir fyrirfram eða einhvern veginn eru tengdir alþjóðlega og við reyndar sko ég væri áður í svona vefdóti og það er miklu léttara, þar getur maður fengið svona 20 ára stráka og þeir einhvern veginn geta cirka jafn mikið og þeir gömlu sko en þeir 30 og ég er ekki að djóka en í sko svona tölvuleikjatækni þá þarf maður meira þá gömlu og þeir eru kannski 35 ára þegar þeir toppa fyrir okkur og þeir þekkjast allir sko en þeir eru líka búin að eignast börn og svo leiðist þannig að þessum eru fastir á mismunandi stöðum sko að einhverju leyti þannig að við verðum að ráða það svona þar sem þeir eru sko í öðrum sviðum notum við bara alls konar aðferðir og líka bara svona professional recruitera út allt. Já, hvort í þá er ráðgjöf? Jú, mjög mikla. En ég reyndi svona að fara í gegnum sko í Danmörku svona ferla og svona official ráðgjöf og það hjálpaði sem allra minnst. Það var eiginlega ekkert neins virði þar. Sumt fólki var bara vont fólk sem að, það var bara svona hrúðukallar að lifa af einhverju svona systemi sko. Og þú veist, það var borgað af ríkinu og það mætti einhver gæi hjá mér og var eitthvað að reyna að ráðgefa mér þegar hann var svona SAP-konsulent og hann var að reyna að kenna mér eitthvað hugbúnað og hann vissi jafn lítið og ég og en ég vissi ekki nógu mikið til að vita að hann vissi ekkert þannig að það tók mér svona tíma að fara í gegnum þessu ferli. Ég er mjög góðtrúa þannig að ég treysti fólki þannig að það tók mér dálítið langa tíma að skilja að þetta væri algjört plat en nei, mesta og besta ráðgjöfin hefur bara verið svona ókeypis ráðgjöf frá öðrum forstjórum og fólki sem farið gegnum ferla sko. Og og einhver kendi mér þetta svona frekar fljótlega, þú veist að besta ráðgjöfin er svo sem er gefin ókeypis af einhverjum ástæðum. Ekki, ég veit ekki nákvæmlega hverju en það er einhver mekanismi undir niðri sko sem er erfitt að sjá en er þar. Og seinna
Nei, það alltaf sama. Það bara að vera sama alltaf leiðina. Jú, mér segja á endanum, þú veist, ef maður fyrir að borga, þú veist, minna einhverjum, international, þú veist, skattaráðgjafa, þú veist, það auðvitað bara það sem maður borgar fyrir. Það meikar allan sens. Já, hvernig hvaða málið skiptir máli að flytja til Bandaríkjanna, San Francisco frá Danmörku? Við gerðum það vegna þess að sko, allur tækning nærðar og við byrjuðum sem hugbúnaðarfyrirtæki sem seldi hugbúnaðinn okkar á netinu og erum ennþá það sko, en á einhverjum tímaspunkti vorum við orðnir líka fyrirtæki sem þurftu að taka þátt í og vorum að skapa og forma ekosystemið. Og þá ekki neitt sens að vera nema bara þar. Ég held að maður vilji vera þar sem hlutinni gerast, með einhver þarf að vera. Þeir sem að þurfa að vita hlutina þurfa að vera þar. Og þannig að þú ert að gera sko, þú veist, Facebook-leiki þá að þarft að vera þar, eða hafa einhvern þar. En nei, ég ekki svona náungi sem að segja öllum að fara og flýta sér endilega þangað, sko. Og við erum mjög ánægðir að skilja eftir fullt af fólki í Evrópu. Ég var faktisk á einasta sem flutti, sko. Og síðan var reyndar hitt atriði var að bestu fjárfestarnir því miður fjárfest ekki mikið fyrir utan Bandaríkin eða utan Silicon Valley. Þannig til að fá, við vorum svo heppnir að fá Sequoia sem svona alveg definitely top 3 í heiminum. Og bara já, í tækgeirunum. Og vorum svo heppnir að þeir vildu fjárfesta. Það kom aldrei upp umræða hvort að þeir myndu fjárfesta í sambandi við það ég flytti vegna þess að ég var búinn að ákveða að flytja. En ég heldur það ekki fjárfesta annars. Þannig að það skiptir miklu máli. Endilega. Einhver önnur tenging í Ísland þar sem þú sjálfur? Nei, og kannski annar lið þeirri spurningar, þannig að þú kannski ekkert nýtt og stuðningur fyrir Ísland? Ég hef ekkert nýtt mér umhverju hér, alls ekki. Og bara, þú veist, kem bara jólin, sko, til að hitta fjölskylduna. Og annars ekki mikið, á einhverjum tímaspunkti voru Íslendingar held ég sko stærsti þjóðflokkurinn í fyrirtækinu. Það voru 3 á móti, þú veist, 2 Litáum og 1 Dana og eitthvað svoleiðis. En annars ekki, nei. Þetta bara alþjóðlegt fyrirtæki. Við höfum ekki haft neitt rekstur á Íslandi og munum sennilega ekki fá það. Ég myndi nú aldrei segja aldrei, þú veist, ef að CCP færi að ganga illa þá myndi maður kannski mæta til að, þú veist, reyna að ná fólkinu, sko, en ég myndi aldrei Nei, alveg, en ég myndi aldrei gera Hilmari það, sko, svona upp úr þurru. Sko, vinir mínir segja mér að það séu gjaldeyrisöft sem eru alltaf erfið. Og þeir hafa útskýrt það fyrir mér en ég skil þau ekki nóg vel til að þú veist geta dæmt hvort það make sens. Ef maður ignorerar gjaldeyrisöftin og hvort að það próblem að fá pening út, þú veist, einhvern tíman úr fjárfestingu, þá myndi ég ekki að hafa neitt vandamál með það, sko. Sé ekkert að því. Ég fjárfest ekki sjálfur eins og stendur, sko, en ég sé engan mun á, þú veist, vinir mínir að fjárfesta í finnskum og dönskum fyrirtækjum og það gengur mjög vel. Þannig ég sé ekki af hverju þetta vera öðruvísi á Íslandi. Enginn voru að spyrja veltu fyrirtækjum? Já, hvernig einstaklega frá því að þú þróðir þig mót út framtíð og þá breytt lífið eða ná einhverju tekjur og það er okkur tími. Sko, frá því við byrjum að hvað leiði langur tími frá því við byrjum að forrita eða byrjum að þessu þannig til við fengum break even og síðan hagnað eða veltu sem ekki það sama, lærði ég einhvern tímann. Sko við byrjum að þróa 2001 og ég reyndar fór ekki að taka þátt fyrir 2003 sem 3. stofnandinn og síðan fengum við þennan pening inn í 2004 og 2005 kláruðum við hann og í rauninni höfum við verið break even síðan vegna þess að við höfum ekki haft, sko, haft pening utan að síðan nema þennan sem við höfum tekið inn, sko, 2009 og reyndar aftur 2011 en við höfum ákveðið að ekki eyða honum heldur bara hafa hann til öryggis. Þannig að við höfum faktisk verið break even síðan. Fyrstu alvöru tekjurnar,
Sko við gáfum út 1.0 sumarið 2005 og tekjurnar byrjuðu mjög lágar, það voru að tala sko nokkur þúsund dollara á mánuði og síðan höfum við bara haft vaxandi tekjur síðan. Og þetta fyrsta, já kannski frá sumarið 2005 til sumarið 2007 voru tekjurnar svo litlar að maður var bara svona lifandi af engu sko. En við borguðum hérna starfsfólkinu okkur laun. Já. Já, fyrirgeðu það, ég fór mjög fljótt yfir það til að byrja með. Þetta er hugbúnaður, hver varan já, þetta er sko hugbúnaður sem að fullt af fólki notar til að búa til tölvuleiki. Fyrir alls konar plattform, iPhone, Android, vefinn, leikjatölvur, PC, Mac og svo framvegis. Við erum 180 manns, við erum skilum hagnaði á hverjum ársfjórðungi og segjum ekkert nánar en það. Takk hérlega.